Hvers vegna ætlar þú að segja nei við nýju Icesave-lögunum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu? Vegna þess að ég vil að verði skapað fordæmi fyrir aðrar þjóðir sem að hafa verið látnar og gætu átt eftir að vera látnar borga fyrir tjón af völdum aðila sem að hafa hegðað sér með óábyrgum hætti, hvort sem gagnvart efnahagslífinu, umhverfinu eða samfélaginu. Og ég óttast ekki afleiðingarnar vegna þess að þær geta aldrei orðið verri heldur en hinn kosturinn. Ég ætla að segja nei vegna þess að mér finnst ótækt að almenningur borgi skuldi fyrir einkaaðila og mér finnst skorta á það að fólk almennt kannski kynni sér betur lögin sem að gilda fjármálastarfsemi af þessu tagi. Og svo finnst mér líka ekki sanngjarnt eða ekki hægt að bjóða afkomendum okkar upp á það að ætla að greiða þessar skuldir. Ég ætla að segja nei af því að okkur ber enga lagalega skyldu til þess að taka á okkur skuldir einkafyrirtækis sem að útrásarvíkingarnir stofnuðu til. Það eru flestir lögfræðingar, erlendir sem innlendir, lögfræðastofur, hvað sem í heiminum og erlendir lagaprófessorar sem eru sama sinnis. Ef við myndum fara í dómsmál þá yrði það háð hér á Íslandi. Ég tel miklu meiri líkur á því að við myndum vinna það mál heldur en að við myndum tapa því. Og ef svo illa færi þá væri staðan okkar ekki mikið verri heldur en í dag. Ég tel að við eigum að gera okkar besta við að segja nei, fella Icesave-samninginn og vinna máli fyrir dómstólum. Þannig hag Íslands best borgið. Í fyrsta lagi það vegna þess að ég tel að við berum ekki lagaskyldu á því að greiða þessa skuld og í öðru lagi þá tel ég að ég vil ekki borga annarra mannar skuldir. Bretar og hollendingar greiddu þetta algjörlega án þess að það væri lagaskylda til þess, þetta var pólitísk ákvörðun. Mér finnst umræðan hafa verið mjög misvísandi. Ég treysti ekki fjölmiðlunum lengur, þess vegna gaf ég færi á því að koma hérna í dag til þess að leyfa öðrum sjónarmiðum að koma á framfæri. Það er búið að hræða okkur með dómstólaleiðina og ég vil miklu frekar vera dæmd til þess að greiða eitthvað heldur en að skrifa undir samning þar sem ég samþykki að fara í þrældóm fyrir skuldir annarra. Já, síðan ég náttúrulega mjög ósátt með þennan samning sem slíkan, þó svo að vextirnir hafi lækkað, þá hefur höfuðstóllinn ekki lækkað. Það er alltaf verið að tala höfuðstóllinn í íslenskri mynt, fyrir raunverulega við erum að fara að borga í erlendri mynt, þess að það skiptir máli að það sé alltaf verið að tala 3,91 billjarð evra, en að því að náttúrulega gengi breytist eftir umræðinni. Ég er ósátt við það að mér finnst öll ábyrgðin vera á okkur og mér finnst þessi fyrirvarar ekki vera nógu sterkir. Það er að þetta framlengja samningina í alltaf 30 ár, það er umfram þessi 5 ár sem hann stendur og mér finnst ábyrgðin á milli þjóðana ekki vera skipt því annars, ef að það hefði verið, þá hefðu Bretar og Hollendingar svo auðveldlega geta bara tekið kröfurnar til sín eða tekið ábyrgðina á því að ef að þetta verður ekki samt þessi forgangskrafa í bú Landsbankans að þá berum við ekki hallan af því. Og umræðan hefur verið svo, núna í gangi mál þar sem að varðandi heildsölulánin, þar sem að spurningin allir segja já, ef að heildsölulánin verða dæmd sem sagt ekki forgangskröfur, þá kemur meira upp í Icesave. En það er alveg ljóst að þeir kröfuhafar sem hafa verið að óska, sem hafa verið að fara í mál, þeir munu líka fara í mál út af Icesave. Þannig að mér finnst áhættan varðandi innheimtur úr þrotabúi Landsbankans og þessi dómsmáli vera algjörlega til þess fallin að ég taki áhættuna því að segja nei við samningnum. Vegna þess að ég vil ekki taka þátt í því að ríkisvæða skuldir einkafyrirtækis. Ég hef alltaf verið frekar ráðþrota yfir því hvers vegna fólk eigi að segja já við Icesave. Við aldrei geta fundið þá ástæðu. Vísa hafa menn haft uppi kenningar eitt og annað en þær standast ekki. Það hefur aldrei verið sýnt fram á neitt staðfast lagt til grundvallar því hvers vegna við eigum að segja já. Mér hefur virst frá upphafi, alveg frá hruni bankana, að ríkisstjórnir, allar þær ríkisstjórnir sem hafa setið, hafa í rauninni verið ráðvilltar.
varðandi það hvernig er ég að taka á sér Icesave-deilu. Og þær virðast alltaf hafa lippast niður fyrir stórveldunum. Það liggur fyrir í dag að til dæmis að ástandið í þjóðfélaginu, það stenst ekki það sem stendur í Brussel viðmiðunum. Og þetta er stór hættulegt að skrifa undir þetta. Því að þetta er óútfylltur tékki og við vitum ekkert hversu langt það myndi geta gengið. Ef við segjum nei, þá verður engin ákvörðun í þess að veru fengin öðruvísi en hún sé þvinguð upp á okkur. Og ef ég þarf að útskýra fyrir börnunum mínum hvernig Icesave vandamáli var til, þá vil ég ekki þurfa að segja þeim að ég hafi tekið þátt í þeirri ákvörðun eða tekið þátt í því að þvinga þessu upp á þau. Ég vil firra mig þeirri ábyrgð og þess vegna segi ég nei við Icesave. Gjör rétt þolegi órétt. Það liggur fyrir að þessar kröfur Breta og Hollendinga eiga sér ekki lagastoð. Þetta eru allir orðnir sammála. Það liggur fyrir. Þetta var útgangspunktur íslensku samninganefndarinnar í viðræðum við Breta og Hollendinga. Það eru sem sé að hafðar uppi ólögvarðar kröfur á hendur íslensku þjóðinni. Og smá þjóð eins og Ísland verður alltaf að gæta réttar síns. Og sterkasta vörn smáþjóðar í viðureign við stórþjóðir, alveg sérlega í Evrópu, og verður alltaf að standa fast á rétti sínum. Og rétturinn okkar megin. Þjóðin á ekki að borga einkaskuldir. Þetta er svona einfalt. Og núna stöndum við frammi fyrir því þann 9. apríl að ganga að kjörborði og ég ætla að segja nei vegna þess að íslenska þjóðin, hún á að standa á rétti sínum. Hún á að senda þessi sterku skilaboð til heimsbyggðarinnar að hún láti ekki beygja sig og b. að almenningur hvar sem í veröldinni á ekki að sitja uppi með skuldir spilltra bankamanna. Þetta er grundvallaratriði og sérðu fyrir þér skilaboðin sem sendum veröldinni ef að við berum gæfu til að segja nei. Og hvað gerist ef við segjum nei? Það gerist ekki neitt annað en það að við fylgjum í raun og veru, má ég segja, lögmálum síðarara þjóða. Og það það að ef það er uppi ágreiningur, þá segjum við vinnu okkar í Bretlandi og í Hollandi, ef þið teljið ykkur eiga kröfu á hendur okkur Íslendingum, þá að sjálfsögðu látum við skera það fyrir þar til bærum dómstólum. Þar til bærum dómstólum og þetta er grundvallaratriði í mínum huga. Ég vil fara lögum og ég vil að þjóðin standi á rétti sínum. Við höfum gert það, við gerðum það alla 20. öldina. Við risum upp, við brutumst úr fátækt til velsældar, við unnum sjálfstæði okkar, við unnum landhelgina og við stóðum alltaf hnarreist frammi fyrir evrópsku ofbeldi sem við höfum alltaf í gegnum aldirna þurft að sæta. Og það er ofboðslega mikilvægt að við sem núna berum ábyrgð frammi fyrir komandi kynslóðum að við stöndum í lappirnar og segjum nei.